Komið bless og sæl og verið velkomin með okkur í Hvítamáva. Hingað komin maður, fljúandi. Já, það óhætt að segja það. Hann á marga flugtíma að baki, flugstjóri, fyrrverandi eða núverandi, hvernig sem á að kalla það, en hættur að vinna sem atvinnumaður. En hann enn að fljúga. Hallgrímur Jónsson, kallaður Móni. Svona spjalla við hann á eftir. Hallgrímur, velkomin. Takk fyrir. Ég sagði Móni, Já. Nú þarf ég skýringu. Ja, hún ekkert einföld og hún umdeild líka. Þannig að það sem ég kann að því, að þetta þá úr Klapparstígnum. Já, hér á Akureyri. Já, það sem ég fæddur á uppalinn. Og við höfðum verið í Svíþjóð 47-48 og kom heim haustið 48. Og þá með svo kallað Matador eða spil sem var kallað Monopol, sem var þá svolítið óþekkt á þeim tíma. Svo þegar veður voru válynd, þannig að veturum 48-49, þá voru strákarnir, þeir vorum í brekkut og skíðum og kallt úti og öllum orðið kallt að hvernig var að fara bara í Monopol og hætta og fara inn í hlýjuna. Og það var stytting úr þessu og endaði með, ef ekki að hætta þessu, að fara bara við Móna. Og svo endaði menn sögðu bara, förum til Móna. Þetta mín, eða það sem ég hef heyrt. En mínir ættingjar og systir mín, hún ekkert sammála. Nei, hún vil hafa þetta einhvern veginn öðruvísi. Það margir sem vilja hafa þetta öðruvísi. Já. En spilar þetta í dag? Nei, reyndar ekki. Jú, í sumarbústaðnum. Í sumarbústaðnum? Já. Ég sagði flugstjóri. Flugstjóri, flugmaður, þetta eitthvað tilfinningamál? Já, ég held nú, ég nú skráði flugmaður í símaskráni og hef aldrei verið skráði flugstjóri. Ég held meira upp á flugmannin, hann almennur, hittir starfsheiti að mínum mati, sem að gegni stundum. Já. Þó ég sé ekki flugstjóri í dag, þá ég ennþá flugmaður, en flugstjóri á þeirri vél sem ég að fljúga. Hverju sinni, svo eitt sagði, ég hef verið flugstjóri á öllum mínum einkaflugvélum. Já. Þannig að ég voða lítið fyrir titl og annað en eins og Bretinn kallaði, ég pær meira fyrir svona flugmannanafnið finnst mér, ég held upp á það. Já, það flottara. Eða það skemmtilegra, flugmaður. Hitt finnst mér bara titill, eins og hver og einn fær starfsheiti og hann gegnir því á meðan hann starfar. Já. Og svo hann eitthvað fyrirverandi eða eitthvað þvíumlíkt. Ertu flugstjórinn í dag? Hvernig staðan á þér í dag? Hún stór fyndin eða þau forréttindi að ég ennþá með læknisvottorð í lagi og ég hef verið prófdómari hjá flugmálastjórn hjá flugmálastjórn, samgöngustofu. Og svo hef ég verið að kenna mig hér í flugskólan sem þýðir það að síðan ég hætti 2007 ég búinn að vera að kenna og prófa á alls konar litlum vélum og frá bara enga prófi. Ég hef búinn að prófa eitthvað 1150, gera einhverja verkleg próf, 1150 próf á litlum vélum. En þar fyrir utan hef ég verið að kenna á Boeing 757 og 767 og akkurat að kenna á Boeing 757 í Hafnarfirði fyrir Icelandair. Í flughermi þar? Í flughermi. Já. Það svona atvinnuparturinn en ég flýg líka fyrir Isavia á svokölluðum Kinger eða mælingavélni til að mæla aðflugstæki og þar flýg ég sem aðstoðarflugmaður og ákaflega stoltur af því að fá að starfa ennþá með fullaréttindi. Nýkominn frá Grænlandi, mjög skemmtilega ferð og ekki bara skemmtilega, lærdómsríka og mikið reynsla. Þannig enn maður að bæta við sig og alltaf að læra eitthvað nýtt. Já. Og það það sem svo skrítið við flugið.
maður verður aldrei fullnuma í flugi. Nei. Nei. 2007 þá sem sagt hættirðu sem starfandi flugmaður og flugstjóri í atvinnuflugi. Já, þá... Já, farþegaflugi eitthvað. Já, frá Icelandair. Og á hvaða aldri þurfa menn að hætta? 65 ára. En þú ert að fljúga í 10 ár til viðbótar. Já. Og já, af hverju menn ekki notaðir meira og betur? Það er ekki að segja þessu alþjóðareglur. Þetta er eitthvað breytilegt og mér heyrist vera losnað við þetta. Við skulum segja að þetta eru evróskar og amerískar reglur. En á tímabili var Ameríkani með 60, sem þýddi að ég var að hætta að fljúga til Bandaríkjanna 2002. Já, það var þannig líka. Já. Já. Og svo FAA opnaði Ameríku 2006 og fyrir 65 ára. En þá átti ég ekki eftir nokkra mánuði og flög ekki til Bandaríkjanna eftir það. Þetta er svona í sjálfu sér stutt starfsævi. Tiltölulega. Já. En hvað fá menn í staðinn? Ég meina, tiltölulega. Eru menn með góðan lífeyrissjóð vegna þessa eða hvernig er staðan á svona? Já, ætli við verðum ekki að segja svona í beinni útsendingu að það eru rök fyrir að við greiðum í okkar lífeyrissjóð. Já. Hærri próstur. En ég hef starfað mikið fyrir stéttarfélag flugmanna í ráðum og nefndum og stjórnum. En ég hef aldrei verið samninganefnd eða lífeyrissjóðsnefnd eða neinu sem tengist peningum. Já. Þannig ég verð að játa hérna, ég kann ekki alveg á þessar tölur. en vissulega búa með þessu undir þetta. Já, menn vita þetta náttúrulega. Eiga vita það. Já, auðvitað. En alltaf eru menn jafn hissa þegar að því kemur. Já. Hvernig fannst þér þetta? Svona vel á því kominn og hress og skemmtilegur hvernig fannst þér þetta að þurfa að hætta? Vildirðu hætta? Varstu til í það eða? Já, ég var allavega, ég var undir að búinn og ekki ósáttur en ég hef hitt og veit kollega mína og þegar ég starfaði sem yfirflugstjóri hjá Icelandair frá árið 96 til 2003-2004. Þá voru menn oft sárir og svekktir að þurfa að hætta og töluðu alltaf því eins og það væri látnir hætta. Já. En fæðingarvottorðið það bara segir til það og þetta eru bara reglur sem við verðum að lúta en þetta á bara við atvinnuflug í atvinnuskyni eins og það heitir útlensku revínu, það er að segja borgarflug, hvort sem það er frakt eða farþegar. En flugið sem ég er að gera þetta er vissulega atvinnuflug líka en það fellur undir það sem heitir verkflug og verkflug er ekki aldurstengt. Það er bara að þú sért með skírteini í lagi og sjálfsögðu heilbrigðisvott. Já. Sko, þú sagði frá því í Klapparstígnum þegar veður var vont og veður voru válind að þið fóruð inn að spila Monopoly, Mona. Kom þá ekkert annað til greina hjá þér? Af hverju leiðist þú út í þetta? Það var nú ekki komið þá vorum við bara ungir og leikkókur og það voru bara skíði og skátar og útilíf og það var ekkert verið að hugsa framtíðina. Fyrir en að því koma, maður klárar gagnfræðaskóla og þá fer maður að pæla fram og tilbaka og það er nú svo gaman að vitna í það að fyrstu hugmyndi mína til flugs eða í flugáttina það var akkurat í gegnum pappa þinn. Jónas Einarsson, MED eins og við kölluðum, flugumferðarstjóra. Og ég var mikið á flugvöllunni, ég vann hjá flugfélaginu í afgreiðslu hjá Kristófer frænda mínum, þeim ágæta manni og fékk þá flug að komast í flugumferðarstjórn. Já. Og fór þá í heimsókn, pabbi bauð mér heim í Helgamarstræti, í kjallara og þar hefur þú örugglega verið. Og hann fór að sína með doðranda, svo kallað Annex, IK og útgáfur og spjallaði með heilengi og síðan áttu við hittust nokkuð sinnum
Og þá fór hann eitthvað hvort að flugi var ekki eitthvað að kitla mig. Ég hafði hugsað flugvirkja og þarna var ég hugsað flugumferðarstjóra. Nema hann sagði, líður þér ekki best í fluginu? Heldur að þér líður ekki bara best í fluginu? Já. Og jú, ég hef búin að hugsa þetta. En að ég gæti farið í flugi og orðið flugmaður, það var hann sem opnaði það. Já. Síðan næsta tilviljun að þetta var ekki draumur minn frá barnæsku eitthvað. Ég reynda mikið í flugblöðum og módelum og því líku, en Svifflugfélagi á þessum tíma á Akureyri, það var í ládeyðu á þessum árum. Það var bókstaflega ekkert að vera. Nema næsta tilviljun, því að þetta nú voða mikið tilviljanir allt saman, það að ég kem inn í stofu á Klappstíð 1 og þar situr pabbi og einkennisklæddur maður. Og ég höklast út en þeir kalla komst inn og heilsaði manninum og þá situr þannig Ingimar Sveinbjörnsson. Flugstjóri? Þá flugstjóri hjá Flugfélagi Íslands á DC-3. Og gera langa svo stutta, þá var erindi hans, það var komna nýja reglur að flugstjóra yrði að vera með gafkræðapróf. Og hann var ekki með gafkræðapróf. Var orðinn flugstjóri? Og var orðinn flugstjóri. Og var með sér bara í stoppi og vélinn fram á velli og kom bara að tala við pappa um skólamál. Nema mín minning svo að þeir handsöluðu samning þann inni á þann, ég nú kannski að færa þetta stílinn. En ef pabbi kæmi Ingimar í gegnum gafkræðapróf, þá skildi Ingimar koma mér í gegnum flugið. En báðir stóðu við þetta. Já. Eina sem ég þurfti að gera það var að taka þátt í því. Já. Þannig Ingimar varð minn mentor í flugi? Upphafi. Já. Og kendi mér og kendi blindflug og allt þetta. Já. Og ekki nóg með það, hann bauð mér að búa heima við sér. Hann var að fljúga í Grænlandi og fyrstu mánuðina sem ég kem suður að læra í haustið 1960, þá fæ ég bara hans herbyrgi í Grænhlíð 7 og býð þar hjá foreldrum hans. Já. Þannig byrjaði það. Þannig byrjaði það. Já. En svo, við verðum náttúrulega að koma okkur í loftið. Flugskóli, fórstu þau gegnum það í Reykjavík að mestu eða hvað? Já, gegnum þitt. Ég byrjaði 1. september 60 og klára allt í mars 62. Þá ertu búinn? Búinn og með siglingafræðin líka. Já. Þá ertu búinn með engalflugpróf og B-próf. B-prófið og blindflugið og siglingafræðin. Já, auðvitað auk þessa. Já. Og hvað svo? Ég meina, hvar færðu vinnu? Var það hægt þá á þessum tíma? Var það ekki eins og alltaf tíð fram til dagsins í dag að læra að fljúga bara út í bláinn því að menn fengu enga vinnu? Jú, það var tóm vitleysa bara. Það voru kannski 2 og 3 ráðnir annað hvort ár, 3 hvort ár, eitthvað svoleiðis. Já. Nema vinnuna fékk ég á einkennilegan hátt. Það var fyrsta vinna mig hjá þitt sem flugkennari. Ég klára mitt þarna í mars, 15. mars, eitthvað svoleiðis. Og kveð þá bara út til þitt og reiknaði eitt með að koma þangað. Þá segir Gunnlaugur heitinn P. Helgason við mig, hvað er þetta máli? Komdu á morgun. Kom á morgun, ég er búinn með tíman og búinn með alla pappira og frágengið að komdu á morgun. Svo mætti ég og þá segir Gulli, heyrðu, það er einn hérna sem þarf að fara, hann undirbúa sig fyrir B-próf, getur ekki farið með hann á köp? Jú. Og þá var ekkert orðið flugkennaramál, ég var bara að klára þarna B-próf. Og ég fer og flýg með þennan mann á köp og aftur kveðji við Gulla, þá segir, nei, það er túr hérna á Sand á Cessna 172 KSC. Baderþjónustan viðgerðarmenn. Getur ekki farið með það á Sand og þeir þurfa að gera við eitthvað og jú. Svo kláraði þann túr og svona líða dagarnir og allt í einu uppgötvaði ég kom í vinnu. Orðinn flugkennari. Þannig að tvítugur. Þá kom smá babbibati. Siggi Jóns frétti af þessu og við vorum ekki alveg á pari stundum.
Siggi Jóns, það er Siggi flug. Siggi Númer 1. Númer 1. Já. Og við skulum sleppa því nema það var allt með ágætum. Ég vildi meina að vera hægt að vera með blindflugið inn í 200 tímanum í staðan fyrir 200 tíma og blindflug. Já. Og vildi taka á tveggjarhreyfla vél sem hafði ekki verið gert áður á Apache, Bjarni Alfred. Og kallinn var að beygja sig með þetta fyrir þessu. Ég fekk stuðning frá ráðuneytinu og alveg rauk fyrir því að þetta mátti og þetta var gert í Bretlandi. Það þýddi að kallinn sagði ég skal ná þér. Sagði hann við þig? Já. Svo kemur hann og veit að ég er farin að kenna þetta og þá segir þessi, hann er ekki nógu gamall, hann verður 21 árs. Og þar með misti ég það jobb, ekki í síðasta skipti, nema að fór bara heim ég held að þetta væri nú bara búið. Þá hringdi Finnur, eða Bassi sem við kölluðum, Finnur Björnsson, bróðir Sigmundar Björnssonar og Víkings Björnssonar, hérna Þórsarar. Við verum að nefna þessi nöfn af því við erum hér. Og þetta var pabbi Íba, föðurbróðir Íba, Sigmunds, félaga míns. Og hann segir, ertu ekki til ég að fara á síldarleit? Síldarleit, ég ætla ekki að trúa mín megin aurum. Og þeir bjóða mig vinnu á síldarleit og við förum hingað á síldarleit í júní 62. Og erum hér á síldarleit, Kári Jónsson, sem var lengi flugstjóri hjá Cargolús, og ég flugum saman ásamt Sigga síldabassan okkur. Og við erum hér á Alfred 62 og klárum það. En svo bauð Tryggvi Helga mér að vinna aftur 63 á samskonar vél. Á samskonar vél. Og ég byrja hjá honum og er hjá Tryggva í norðurflugi og með Bjössasveins flugvirkja 63-65. Og er þar þá í heildina var ég 3 sumar á síldarleit. Mjög skemmtilegt flug. Já. En hvernig komstu svo inn og fórst að fljúga stærri vélum og þotum og öllu þessu? Var það bara svona eðlileg afleiðing eða? Já, það var sömu skrýtnu tilviljanir að það liggur ekki alveg að hreinu hvar ég var ráðinn eða ég var félagi minn Guðmundur Ólafsson. Allavega við vorum að talið var ráðni hjá loftleiðum en við vissum aldrei af því fyrir en eftir á og lánaði til flugfélagsins. Í mars 65. Já. Og fljúgum hjá Flugfélagi Íslands á DS-3. Á þristinu, já. Á þristinu. Já. 65 frá 15. mars til 1. október. Og þá var okkur svo eiginlega sagt upp. En boðið eftir vinnu næsta vor en þá fórum við til loftleiða og töluðum Þórarin Jónsson sem var þá flugrekstrarstjóri og hafði verið kennari minn í siglingafræðinni og reyndar að B-prófið og sómamaður. Og hann sagði þú skilur þetta ekki, við réðum þig og við bara lánaðum ykkur. Já, og þetta var ekkert formlegra heldur. Það var ekki formlegra en það? Nei. Já. Þannig að mánuði eftir þetta í desember 65 er ég komin á námskeið hjá loftleiðum. Og fyrir hvaða vél þá? Fyrir DC-6B. Já. Og þar byrjar ævintýrið fyrir alvöru. Þar byrjar það fyrir alvöru? Já, þar byrjar ævintýrið fyrir alvöru. Flugfélagstími var afskaplega góður og mikil reynsla og sem að fekk frá mjög góðum mönnum þar. Áþristins sem að býra innanlands, mestmegnis. Já, og Grænland og Færeyjar og Glasgow. En sú kennsla sem að fær þarna hjá þessum mönnum, það var hinn eiginlegi flugskóli. Við lærum hjá þessum reyndum mönnum sem aðstofaflugmenn og eins á sexunni við fórum ekki á neina simulator eða flugherma eða neitt þvílíkt. Bara beint um borð? Við fórum í æfingaflug og skutum einhverja lendingar og
svo var metið hvort maður hefði staðist það eða ekki. Svo fór maður bara að fljúga. Já, á DC-6B, Já, loftleiða, já. þá væntanlega til hvað? Hvert fluguð þið? Við flugum þó nokkuð á Ameríku þá, leiguflug. Leiguflug? Já. Monsin eða CL-44 Rolls-Royce 400 var aðalvélinn, New York, Keflavík og Luxemburg. Og það var aðal áætlunarvélinn, hún kemur 64. Sexan kemur 59, desember 59. En er þarna ennþá notuð á Skandinavíu, já á allt nema Luxemburg. Já. Þannig að við vorum í leiguflugi niður í Miðjarðarhafið og þessa sólarflugvelli í þá daga og til Ameríku. Og þá var það mikil flugmannaskortur eða flugstjóraskortur að það var heilmikið af amerískum flugstjórum. Nú hjá ykkur þá? Hjá Loftleiðum. Já, já. Og fyrstu flugi mín voru mest með Ameríkunum. Já. Og það var ævintýri. Já. Já. En þessar vélar, miðað við það sem hún tekur svo við seinna, hvernig var hvað voru þið lengi yfir hafi? Hvað voru þið lengi til Ameríku? Fluguð þið hvað til New York eða hvert voru þið? Nei, við flugum á Gandera Goose Bay. Það var svona fyrsti staðurinn. Fyrsti leggur? Já. Já. Og í tíma, já ég hreinlega, þetta eru 1500 mílur. Þetta var mismunandi eftir leiðum og vindum og mótvindum og annað. Þetta teygðist úr þessu upp í 7-8 tíma. Já. Og svo voru einu 4, niður til 3-4. Já, sem þaðan. Já. Já. Og svo voru aðrir millilendingarstaðir inn í þarna eins og Bangor Maine var mikið notaður. Ertu búinn að fljúga út allan heim? Nei, ég hef aldrei flogið í Kyrrahafið. Nei. Og ekki, ég bara flogið, ég hef komið til Nýja-Sjálands og þangað suður en ekki sem fljúgandi eða starfandi. Lengsta sem ég farið í suður er Cape Town, flugum mikið þangað í leiguflug. Þannig að Kyrrahafið hef ég ekki flogið og ekki Ástralíu. Nei. Heldur þú bætir úr því? Á einhvern hátt? Það er alveg möguleiki. Já. Það er alveg möguleiki. En við flugum hérna frá Keflavík til Tókjó á 767 og fórum beint og vorum 12 tíma og 20 mínútur. Þetta er nú langur tími. Já, það er langur tími. Sko, hvernig staðar það á þér í dag? Þú ert enn að fljúga og þú átt hluti í flugvél og veit ég hvað og hvað. Erstu duglegur í þessu? Staðan í dag, hún er bara skemmtileg. Ég á hluti í 3 flugvélum. 2 eru staðsettar á Haukadalsmel, þar sem sögumbústaðurinn minn er. Já. Já, þið eruð, sko, flugmenn eruð þarna bara með heilt þorp og flugvöll. Já, og flugskýli. Svolítið. Já, og flugskýli og góða aðstöðu. En hún er ekki síðri hér líka. Hér á ég 1/8 í Piper Cub, fyrstu vélinni sem ég flög og draumavélinni. Og hér er góð aðstaða, þannig að þessum vélum sinni ég og það er ekkert verra að 2 dótturdætur mínar eru nýbúnar að ljúka einkaflugmannsprófi og bóklegu atvinnuprófi. Já. Og þær eru konar með réttinn til að fljúga þessum vélum svona miðað við eigendafélögin, hvað það leyfa og annað slíkt. Já, já. Þannig að þetta er svona einkaflugið. Síðan flýg ég mikið prófflug, er reyndar að minnka það. Að prófa ungt fólk í einkaflugi, lokaprófi og blindflugi, það minnka mikið hjá mér því að ég er svo mikið að kenna hjá flugskólanum það sem heitir, það er ýmist kallað áhafnarsamstarf, MCC, það er krafa núna að loki því fyrir áður en fólk getur sótt um. Og það fer fram í flughermi í sjómannaskólanum, ég er mikið í því. Og kynningu á þotu, það er að segja kynningu, það heitir, það er þotu kynningarmál, það eru svo mikið 16 tíma sem hver áhöfn þarf að fá. Tíminn er að vera búinn. Já. Fjölskyldaðin, við hefum ekkert minnst á hana.
Konan sem býður alltaf eftir þér heima. Já, þú meinar. Hún heitir Guðrið Þórðarsdóttir, kölluð Lilla og Akureyringur, ýmist úr innbænum eða Oddeyrargötunni. Og 3 börn, það er að segja börn, þetta er orðið ráðsett. Já. 2 dætur og þær eru báðar flugfreyjur einhver hluta vegna. Og sonur okkar, Hallgrímur, hann er garðyrkjumaður og skógarhagsmaður aðalega og trommari. Já. Og fór ekkert í flugið? Nei. Hann slapp. Já. En þetta fer í svona fjölskyldur og ættir? Það vill gera það, eins og við þinni ætt. Að við vorum nú að tala um einn góðan í gær, flugstjóra, frændaðinn, Jónas Tólasíus. Já. Og mamma hans hefur örugglega ekkert óánægð með það. Nei. Þetta er nefnilega talsvert mikið, maður verður var við börn og barnabörn og nú er ég farin að prófa fólk sem er af annarri og 3. kynslóð. Sko, nú verður bara að taka ákvörðun. Við eigum svo margt eftir að tala flugið, ferðalögin og allt sem að tilheyri þessu, að næst þegar þú kemur til Akureyrar, þá verður bara að koma aftur og við erum bara að ljúka þessu. Ætlar að gera út af fólkið með tökum 2. Taka 2? Og svo fyrirgjöf, ég þarf að taka myndaði líka. Já. Þetta er mynd sem að fer kannski í flugskýrslunni einhvern tíma og einhver staðar. Endurútgáfu. Hallgrímur Jónsson, Moni, það er eins og ég segi, við verðum bara að ljúka þessu. Við verðum að ljúka þessu með lengra spjalli næst. En það þarf að millilenda, það þarf að lenda. Það þarf að lenda, við tökum bensín og taka bensín. Og við klárum það svo. Kærar þakkir.